Já, við ætlum að hefja leikinn hérna í Þingmúla í Valaskjálf á Eiðisstöðum með því að fjalla ferðafélag Fljótsdals héraðs og hingað eru komnir starfsmenn félagsins, Sandra María og Þórhallur Þorsteinsson sem er framkvæmdastjóri. Þetta ferðafélag er nú ekki stórt en starfsemin er ansi viðamikil. Já, það eru 220 félagar í félaginu og við rekum 6 skála. Kverkjallaskála rekum við með Húsvíkingum og við erum með 2 skála, gönguskála fyrir austan Snæfell, Geldingafell og Kollumúlavatn á milli Snæfells og Lóns og síðan erum við með 3 skála í Víkum, Borgarfjarðar, sem sagt í Breiðuvík, Húsavík og Lónandafirði. Sandra, en hverjir eru það sem að fara í skipulagðar ferðir með ykkur? Það bara getur verið ótrúlega misjafnt. Það getur verið fólk bara hvaðan af landinu, þannig sé sko. Náttúrulega oft heimafólk sem kemur með, en eins og í sumar bara maður sér það á skráningunum, það bara allt landið liggur undir. Það í rauninni hvort sem fólk gera það vestan eða norðan eða sunnan. Það er rosalega svona fjölbreytt hvaðan fólk er að koma. Hvers konar ferðir eru þetta sem að þið eru að bjóða upp á fyrir utan þá rekstur skálan og gista þar? Við gerum ferðaáætlun fyrir hvert ár og það er sérstök ferðanefnd sem að gera þessa áætlun fyrir félagið og yfir sumartíman þá erum við með skipulagðar ferðir og þá erum við með ferðir á eins og Víknaslóðir og það eru svona fastar ferðir hjá okkur. Svo erum við með ferðir allt árið, sunnudagsgöngur sem eru skipulagðar og við erum með yfir sumartíman, ég held ég hafi talið 26-27 ferðir á áætlun og eins og sumarið í sumar það lítur bara rosalega vel út, hefur vel skráðst í ferðir. En þetta eru fjölbreyttar ferðir, þetta geta verið lengri ferðir, svo styttri dagsferðir. Þannig að þetta er rosalega fjölbreytt. En hver er munurinn á því að fara þá í gönguferð með þá ferðafélagi eða bara á eigin spýtum? Já, það er oftast nær verið með fararstjóra og þeir eru alltaf staðkunnugir. Þannig að ég mæli nú frekar með því að fólk sé í ferðum sem eru með fararstjóra vegna þess að það getur verið stutt frá aðalgönguleiðinni eitthvað fallegt að sjá sem að þeir sem eru á eigin vegum missa af. Þetta á til dæmis sérstaklega vel Lónsöræfaveg sem eru gífurlega fallegt göngusvæði. En með skálana, hvaða þjónustu er þar að fá? Sko í Víkunum erum við með eins og segi sjálfboðaliðar, það eru skálaverðir í öllum skálum allt sumarið. Er það þannig að það eru bara sjálfboðaliðar sem að koma til ykkar? Já, þeir eru 36. Sandra er í samskipti við þau, Sandra? Já, það eru þetta eru eins og Víknaslóðin 3 skálar og þetta eru 36 slott sem þarf að manna og svo er náttúrulega misjafnt, það geta verið hjón eða fjölskyldur eða einstaklingar. Það er misjafnt þannig að talan þetta er ansi fjölmennt og svo erum við með góðan biðlista eins og núna í ár, það er fjölmennur biðlisti. En hvaða þjónusta er það sem er veitt í þessum skálum? Það er eldhús og öll aðstaða fyrir hópa. Það er í rauninni engin þannig séð þjónusta upp á mat eða eitthvað þvíumlykt. Skálavörður tekur á móti hópnum og sýnir skálan og allt svoleiðis. En eins og hóparnir þeir elda sjálfir og núna erum við komið með eldhústjöld. Þórhallur fór í það að gera palla og setja upp eldhústjöld til þess að rýmka aðeins í eldhúsinu inn í skálanum. Því að þegar það eru komnir margir hópar í skálan og það er eitt eldhús, þá er gott að geta vísa fólki út í þessi tjöld líka.
Það er bara eldhús eins og í skálanum, bara það er gaseldavél og vaskur með rennandi vatni. Útlendingar, eru þeir svona vaxandi fjöldi sem að leita til ykkar? Já, sko í Víkunum verðum við var við það sérstaklega fyrir part sumars og haustin að þá er nokkuð mikil trafík, göngum. Já, við erum með litla hópa, 2, 3, 1 á ferð og þetta virðist svona smá sama. Það er líka mjög vaxandi það sem að fólk kemur og er ekki búið að skrá sig en kemur þá og greiðir bara sína gistingu og gistir hjá okkur. En þessi bæklingar hérna þá er að finna bara víða og ja, þeir sem eru hérna fyrir austan að þeir í raun og veru geta bara tekið bækling og flett upp hvaða ferðir eru á boðstólum og bara slegist í hópinn. Já, í rauninni er það þannig. Þessir hérna bæklingur sem þú heldur á, Perlu Fljótsdalshéraðs, þetta eru svona gönguleiðir innan Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps. Þetta eru 28 gönguleiðir sem eru merktar og fólk getur hérna labbað bara. Þetta eru styttri göngur, lengri göngur, gestabók með stimpli við hérna í enda hverja göngu. Þannig að það er bara að gera að fylgjast með og kynna sér náttúruna. Sandra og Þórhallur hjá Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs, þakka ykkur fyrir komuna og gangi ykkur vel í sumar og við skiptum þá yfir til hans Skúla.